nú skulum við fara hérna í verkefni 5 og við opnum í Unity Pro, fyrir fæl hérna og opnaði gamalt verkefni eins og vélgæslukerfið. Ég að því núna og við þurfum að taka út úr því allt sem skiptir máli, en hérna skiljum við eftir vélina sjálfa. Þess að það aflgjafinn, hann heitir 2010, það óbreytt, og P34 2020 óbreytt og AMM 0600, bara þið tékkja á því, þetta sé alveg rétt hjá okkur. Og hér inngangar, fyrir rofa og skynjara, það digital inngangar, það 1602, DDI 1602, og svo útgangseining fyrir transistorútganga, það DDO 1602. Þetta það sem við notum, en við tökum allt annað út. Þá, sem sagt, ef að þetta allt saman lokað hérna, undir prógram, hérna, þá þurfum við að smetla á plúsin hérna. Og undir, sem sagt, task, eða smetla á plús venstra megin við task, þá opnast hérna meira og kannski mast líka lokað og sections lokað. Þannig að undir sections, þá ætti að vera í vélgæslukerfinu, þá ætti að vera ladder diagram sem við myndum eiga eftir. Áður en við gerum það, þá förum við nefnilega í save. Ég vista það sem verkefni 5. Við skulum sjá, ég þarf að reyna að ná þessu. Hvernig get ég náð hérna? Já, ég næði þessu svona niður. Svona. Og ég ætla að fara í file, save as. Verkefni 5. Það breyta þessu verkefni 5. Og þetta í rauninni skilvindukerfið, þannig ég ætla að skrifa hérna skil, þess að vita hvað verkefnið skilvinduverkefnið, verkefni 5, og smetla á save. Þetta fer bara inn á vélina hjá mér, en hérna örgar fyrir ykkur að vista þetta út á heimasvæðinu ykkar líka. En núna ég búinn að vista þetta sem verkefni 5. Og hér vélgæslukerfið sem að ég ætla að taka út hérna og ég verð að eyða þessu. Ég smelt bara delete hérna inn í data editornum, þarf ég að fara og velja allt, Ctrl A og íta á delete. Og þá byrjum við að skrifa það sem í verkefninu. Sjá hérna aðeins. Inn í verkefninu þá þarf ég að skrifa inn það sem allt merkt með þessi hérna. Byrja á því. Hvernig heitir maður kannski? Ok, og þegar að þið eru búin að setja þetta inn í data editorinn, sem sagt allt sem merkt með grænu, ekki það sem með þessum hengilás. Því að það sem með hengilás, það fer inn í flæðiritið, eða SFC sem Sequential Function Chart, og það flæðirit. En allt annað hérna sem bara grænmerkt hérna vinstra megin, það setja það inn og þetta grænmerkta. Já. Passa ykkur á einu, það hérna innihald teljara, þetta heiltala, það integer, INT. Hins vegar sumt sem M1, það íbúl, og
það þarf ekki alltaf að vera íbúl en það er samt það sem er hérna fyrir neðan er íbúl. Ein spurning, það sem komment, það var að skrifa það líka? Já, sko, það er ekki nauðsynlegt fyrir ykkur að skrifa þetta inn af því að þið hafið þetta hérna í verkefninu hvað þetta er. Þannig að þið þurfið þess ekki en bara þetta er til skýringar hvað hérna þessi stutta skýring í nafninu sem innifelst hérna í nafninu á þessum þáttum hvað þetta þýðir raunverulega þess vegna setjið þið hérna í komment og til dæmis eins og S4 sem að skynjar rennsli þegar að vatnsláss hefur myndast í skilvindunni þá verður sá skynjari virkur og eins og S5 það stendur bara lágur hérna og það ef það er of lágur mótþrýstingur á olíunni frá skilvindunni að þá hérna er það í rauninni skynjari sem að segir okkur það og það þýðir í rauninni það að vatnslásin hefur ekki myndast eða hefur rofnað og þá bregst forritið við og fer í skotferil. En þegar að þetta er komið inn hjá ykkur þá þarf að fara að setja upp sko já, við byrjum bara á því ég verð bara að stöðva þessa upptöku núna vegna þess að það er ekki hægt að setja á sem sagt hlé.